Viktorandleg fræði, 27. kafli, að láta gott af sér leiða. Eftir því sem andlegur þroski eykst og meðvitundin hækkar, þá eykst kærleikurinn í brjóstinu. Líkaminn og orkukerfi hans hafa opnast meira og meira fyrir Guðsorkunni og kærleika hennar og á sama skapi minnkar óttinn í brjóstinu. Líkaminn og orkukerfi hans opnast meira og meira fyrir Guðsorkunni og kærleika hennar og á sama skapi minnkar óttinn í brjóstinu. Þetta eru mikil framfaramerki í hinni andlegu opnun. Þessi umbreyting leiðir af sér kærleika til náungans og leið eykst umburðarlyndi gagnvart öðru fólki sem á löngunin til að hjálpa öðrum. Samkenndin eykst og samvinnan tekur við af samkeppnishugsuninni. Flestir hafa nú mikla þörf fyrir að hjálpa öðrum og láta gott af sér leiða. Kenna öðrum það sem þeir hafa lært og upplifað. Þá vaknar oft spurningar. Með hvaða hætti á ég að hjálpa öðrum? Hvað get ég gert til að hjálpa náunganum? Það eru margar leiðir til að láta gott af sér leiða. Þeir sem hafa opnað hjarta sitt og líkama fyrir Guðsorkun og kærleikanum byrja að geisla af kærleika, gleði og hamingju. Því sá sem frelsað hefur sálina undan egóinu og hefur sameinað huga og sál kemur ávallt fram af kærleika. Einnig eru kærleiksrík orka farin að streyma frá viðkomandi sem margir skynja og sækjast í. Þessi orka hefur jákvæð áhrif á flesta og hjálpar þeim áfram sinn veg því hinn vaknaði verður fyrirmynd fyrir aðra og þetta getur orðið kveikjan að andlegri vakningu fyrir aðra. Það má því segja að hinn vaknaði og opnaði og sá sem er fullur kærleika sé byrjaður að láta gott af sér leiða með nærveru sinni, orðum og gjörðum. Þeir sem ekki eru vaknaðir sækja í orkuna frá viðkomandi án þess þó að gera sig grein fyrir því hvað það er í raun og veru sem þeir sækjast í. Með þessum hætti byrjar hinn vaknaði að dreifa kærleika manna á meðal og byrjaður að láta gott af sér leiða. Einnig hefur hinn vaknaði aðgangað viskubrunni sálarinnar og þar með visku alheimsins sem hann er nú ómeðvitað byrjaður að miðla visku til fólks með orðum sínum. En hún felst í að gefa öðrum góð ráð og leiðbeiningar og hjálpa þannig öðrum á þeirra vegferð og til að öðlast andlegan þroska og hækkandi meðvitund. Svo eru aðrir sem vilja láta gott af sér leiða með beinum hætti og hefja andleg störf af einhverju tagi. Hver og einn þarf að finna það með sjálfum sér með hvaða hætti hann vill starfa. Það er misjafnt hvað og hver og einn hefur áhuga á. Hér mun hið aukna innsæi vísa viðkomandi veginn og beina honum í þá átt sem hentar honum best. Eins og áður sagði þá getur aðstofun falist í því að vera til staðar og dreifa kærleikanum með nærveru sinni og með orðum sínum en einnig að kenna með beinum hætti með myndböndum og eða hlaðvarpi á netinu, halda fyrirlestra og eða skrifa andlega bækur. Einnig eru margir sem byrja að kenna og leiðbeina í einkatímum og smærri hópum. Síðan eru aðrir sem fara að heila og hjálpa fólki með því að miðla orkunni í gegnum líkama sinn. Óháð því hvaða aðferð hver og einn velur, þá eru örugt að allar þessar aðferðir munu hjálpa fólki á þeirra vegferð. Mikilvægt er að hafa fjölbreytni í hinu andlega starfi hér á jörðinni í fyrirrúmi því það er afar misjafnt hvað hentar hverjum og einum. Þeir sem fara af stað og eru að vakna og opnast hafa mikla þörf fyrir heilun því líkaminn er að byrja umbreytingaferlið og gömul orka leysist úr læðingi til að rýma fyrir nýrri kærleiksríkari orku. Þegar þessi orka leysist úr læðingi þá eiga sér stað mikil innri átök og því er heilun góð leið til að aðstofa við þessa líkamlegu umbreytingu. Hún kemur jafnvægi á tauga og frumukerfið og flýtir fyrir andlegri opnun. Þannig myndast rými fyrir kærleika Guðsorkunar. Einnig hjálpar heilunin við að opna og koma jafnvægi á orkustöður líkamans. Andleg kennsla
hvort sem það eru bækur, fyrirlestrar og eða einkakennsla, hjálpa fólki og leiðbeina í þeirra andlegu opnun. Þannig er hægt að vísa veginn til góðs og hjálpa fólki réttan veg. Þannig er visku sálarinnar miðla til annara, þeim til framdráttar. Hinn andlega kennsla sem í boði er misjöfn og það er misjafnt hvað það er sem hentar hverjum og einum og það breytist í sífellu með hækkandi meðvitund. Margir finna sér kennara sem getur leiðbent og hjálpa þeim alla leið til fullrar opnunar á meðan aðrir fara á milli kennara og kennsluefnis eftir því sem líður á opnunina. Á jörðinni á hverjum tíma eru sálir sem lokið hafa sínum jarðnesku lífum og eru komnar á hærra svið, en slíkar sálir koma til jarðarinnar í ákveðnum tilgangi og hafa ávallt ákveðið verkefni sem þær taka að sér áður en þær koma og líkamnast hér á jörð. Þessir einstaklingar lifa eðlilegu jarðnesku lífi framan af og á einhverjum tímapunkti á lífsleiðinni eru þær vaktar upp til verkefnisins. Þessir einstaklingar ganga í gegnum andlega vakningu og opnun líkt og aðrir, en slík opnun gengur oftast hratt og vel fyrir sig. Síðan fer einstaklingurinn að vinna andleg störf hér á jörðinni, sem geta verið af ýmsum hætti en snúa öll að því að hjálpa mannfólkinu að öðlast andlega þroska og hækkandi meðvitund. Margir kalla þessa einstaklinga andlega meistara og oftast er eftir þeim tekið sem og kennslu þeirra. Þeir eru lausir undan egóinu og falska sjálfinu og lifa því óttalausir, fullir kærleika og jákvæðni. Það eru ávallt nokkrir slíkir einstaklingar á jörðinni á hverjum tíma og eru oftast dreifðir jörðina til að miðla kærleika og sannleika til fólksins. Þessir einstaklingar hafa afar háa meðvitund og háa orku sem þeir miðla með líkama sínum og orðum og þeir eru lifandi fordæmi og fyrirmyndir hvernig eigi að lifa og vera til að öðlast meiri kærleika í líkama sinn og hjarta og þar með hækkandi meðvitund. Þeir kenna úr viskubrunni sálarinnar og þar með viskubrunni alheimsins og því er kennslan einföld og ótvíræð.